Já, velkomin að Rauða borðinu á mánudagskvöldi mitt sumar. Það svo heitt úti að maður geti haldið að vera sumar. Hérna eru vanalega fréttir en við erum með það á hold eins og sagt er. Við veitum ekki alveg hvernig að lesa í breytingar Loga Einarssonar á stuðningi ríkisins við einkarekna fjölmiðla. Það má lesa þannig að samstöðum mun ekki fá styrk, þannig að við þurfum að bara horfast í augu við það. En við erum alltaf með fréttamenn hérna á þessum enga fréttir, Björn Þorláks og Sigurður Magnús. Hefðu við átt að mæta bara bíkinni í ljósi veður? Nei, ég kom hjólandi, ég sá það. 23 sveitafjölu til að koma ykkar. Og alveg unun, algjör unun. Þannig á þetta regna í Reykjavík. Við hefum sagt að það hefði ekki rignt síðan 17. janúar. Já, hafa góð dagar og glimmulegur, ekki bara heilt yfir veðráttan síðustu misseri bara stórkostlegt? Það kom 2 daga skot í október, sem var óvanalegt. Snjúaði alveg. Það var í kuldaskóm í 2 daga, svo hefur verið 2 daga í stígvélum, en annars hefur verið á strigaskóm. Síðan einhvern tímann í apríl í fyrra. Ég heiti bandaríska ferðamenn í dag og þeir áttu ekki orð yfir blíðinni og þeir sögðust hafa komið með allt annan búnað til þess að vera hér heldur en þörf er fyrir. En aðeins að draga niður í ykkur, ekki bara áttast að hitta úti? Það ekki beintið svo hitabylgja, þannig að... Nei, þetta er frábært veður. Ég veit það, en það ekki alveg þannig að maður þurfi sérstaklega búnað til þess að lifa af áttast að hitta. Þeir 11 til 15 stiga frost og snjókoma. Líka bara það kyrrviðri og þú veist, þetta er ég alveg hættur að þekka Reykjavík. Ég ólst upp í Reykjavík sem var rókarigning og svo var slydda á veturnar. Sem var svona blautur snjór, svona eins og svona djúpur. Þannig maður var alltaf votur. Við munum nú líka góðan snjósauð við sem teikuðum, Það var, Það er ekki snjóa, það er ekki hægt að vera að teika. Hvað er með félag teikara? Akkur er þeir ekki að mótmæla þessu? Það var einhver að skrifa, þetta var alveg byrti mynd að teiki, Það var að teika Volkswagen Bjöllu og bara börnur að hætta að leika sér. Það er best að teka þá, það er eiginlega bara... Og setjast líka, þannig var pláss til að setjast. Það er alltaf orðið minni ástæða til þess að væla og flýja landið að vetri, Finnst ykkur ekki? Ég meina, það er bara víða í borgum Evrópu núna, þá er bara jafnvel verra veður heldur en hér á veturna. Já, ég las maður sem ég þekki sem hafði verið á Alicante að spila golf, það var bara rok og rigning og flugu til tenni. Það voru einhverjar þegar þeir fóru út úr höllinni á Jótlandi, þá sá maður að það var vetur þar. Já. Það var svona kalt og rok og svona eitthvað svona föl yfir og dimmt og leiðindi. Það er ekkert skjól á Jótlandi. Það er bara eins og pizza. Kannski þetta verið til bóta fyrir efnahagsástandið. Það er nú frægar þessar tenimyndir sem að þegar seðlabankastjóri var að... Tásumyndir af tenni? Já, tásumyndir af tenni. Þegar seðlabankastjóri var að kenna okkur að hann ræður aldrei neitt við vextina. Að kannski leiðir þetta til þess að við þurfum ekki að sóa öllum gjaldeirinum sem við erum vunni að gera. Þannig að hann mun kannski lækka vexti núna í vikunni? Já, heldur ekki. Ég held að hann hafi ekkert verið að meina þetta var fyndið eins og hann sagði þetta. Tásumyndi frá tennin. Það var bara... Lélt, já. En hann ætlar að lækka vexti, eða hvað? Nei. Heldur ekki? Nei. Mér finnst það reynda... Ég soldi sem að spáði hann lækki pínlítið. Í mínum huga er stærsta fréttir í dag. Stærsta fréttir í dag er það að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að næstu áramót ætli að fara koma með einhver brögð til að afnema verðtrygginguna. Þetta er stærsta smjörklípa síðari ára. Mjög lítil, þetta er eiginlega hænuskref í átt að afnámi. Hvað viljið Birgir tjá sig þetta? Sem að viljið losna við hana? Mér fannst þetta þegar ég var að reyna að skilja þetta, þá er þetta að vera svona takmarka möguleika hinna efna meiri til þess að taka verðtryggð lán til þess að kaupa 3., 4. og 5. fasteignina, eitthvað leys, eða ekki? Nei, svo líka frestur í aðgerðina. Já, ég ætla að gera þetta bara núna. Núna er að þorna undir ríkisstjórninni og þá þarf hann að redda sér. Hún er að reyna að kaupa sér gott veður, þess vegna kallar það smjörklípu. Í ljósi þess að trúverðuleiki ríkisstjórnarinnar, hann hefur látið það á sjá. Hann hefur beðið hnekki.
Hann hefur mist svolítið svona meðbyr allavega í fjölmiðlum. RÚV búið að vera mjög vont við ríkisstjórnina. Hún fær silfrið í kvöld. Hann var einn. Já, einn. Og var í bítunni í morgun. Já, og svo er Sigurður Kári seinni hlutan. Sigurður Kári er seinni hlutan. Hugmyndafræðingur Sjálfstæðisflokksins. Ásamt einhver öðrum viðmælda sig, man ekki hver er. En Sigurður Kári fær hana halvan þáttin ásamt. Þá er hún sennilega í ímyndar varnarbaráttu nú, af því hún áttar sig á að það pusar yfir hana. Þetta svona, hversu slæmt er ástandið? Já, það er bara svo slæmt að við verðum að selda Kristrúnu og sendum Kristrúnu, það er svoleiðis. Nemaði verið þannig örða á silrunu. Þetta er henni í forsætisráðuneytinu. Er möguleiki að Kristrún fái þáttinn þarna mánudag? Já, má vel vera þannig. Já, þessi orðið þannig núna. Herðu, ríkisstjórnin er í vanda. Já. Og það kann að hafa mikil áhrif. Það er erfitt að vinna sig út úr þessu. Og þegar þetta spírallið byrjar að hreyfast, að þetta hangir alltaf okkur svona trausti og eins og ég var að tala að RÚV hafi svona ekki gefið þeim neitt þegar verðbólgutölurnar komu. Það var bara 8 mínútna fréttaskýringum að það var ekkert að marka Kristrúnu. Þannig að það var svolítið svona bratt. Og þegar það er farið í gang, þá getur verið erfitt að snúa þessu. Já, stóru orðin, sko. Orðin er hvað maður kallar það. Og það er enga stund að eyðileggja traust sem allt lengi að byggja upp. Ef ekki bara segja það á mannamáli, eina stóra planið, það er hrunnið. Í billi. Og það sem hún gefur mig núna ætla að höggva aðeins í verðbólgun eftir ár. Alveg finnst mér alveg svona Kristrún, slakað á. Hún var að koma með meira í Þú setja örvendinga full, slakað á. Herðu, það var ég nefndi áðan að það hefði verið Evrópumót í handbolta á Jótlandi, nenni kannski ekki að tala það lengur? Já, jú, við slum aðeins, til dæmis í gær sunnudag, þá slepptu við þættinum okkar Synir Egils, einmitt vegna mótsins. Já, ég treysti mér ekki til að draga þig að borðinu. Nei, samt mætti ég sko, en ég bauði alltaf til þér, nei. Herðu. Við mátum það bara þannig að við getum ekkert keppt við útsetningu RÚV sem var líklega að fara að slá met. Kannski var met þarna á föstudaginn. Þeir birti þetta nú reglulega, þetta kom upp í 60% þjóðurinn að hefur að horfa á handbolta. Já, þetta er alveg... Við erum bara virklikallinn og við ráðum ekkert við svona. Nei. En einhvern tíma Smári var þetta skilgreint líka, það er eitthvað svona mikið, þá er þjóðhátíð. Við truflum hann ekkert. Tökum við þátt í henni. Herðu, ég var bara ánægð með árangurinn að liðinu. Ég held að við séum, við erum heppin, við vorum í mjög veiku milliriðli og náðum þarna lengra heldur en allir við séum ekki svona, við erum líklega eitt af 8-9 bestu liðanum í Evrópu. Já, við erum óvarið það. Það er eins og sem að hvað eru Frakkland, Spán? Já, það var náttúrulega Danir og Þjóðverjar voru búin að drepa Frakkland, Spán, kannski Noregi, hvernig er Noregur í dag? Leilugur er það? Nei, þeir eru ekkert síður en við sko. Þeir geta alveg unnið okkur á góðan degi? Já. Sko það eina sem að mér finnst kannski pínlítið grætilegt í þessu, ég er náttúrulega sammálaður með að við vorum heppnir sko að komast í 4 liða og ég sá reyndar ekki leikinn í gær, ég var upptekið við annað, en ég sá leikinn á föstudagskvöldið gegn Dönum og það svona... Hvað var merkilegra sem þú varst að gera í gær heldur en að horfa á Íslandsmeistaramótið? Keppa í hugaríþróttum, en sem sagt á föstudagskvöldið, þá var ég horfði á þann leik í Valsheimilinu með mörgum fyrrverandi landsliðskempum Íslands. Og mál manna þar var að þau úrslit væru svolítið sár vegna þess að allir voru eiginlega sammála að við vorum á tímabili með þetta og það hefði ekki margt þurft að breytast síðasta korter í röð að þá hefði þetta geta komið en við vorum bara ekkert sérstaklega heppin í þessu leik það gerðist aldrei neitt á góðu augnabliki ekki dauðvelt þeir sem sá leikinn í gær segja mér að við höfum verið nærði að hafa Dani undir heldur í rauninni að vinna Króatíu Króatíu kom bara og tók leikinn í upp það er bara því miður já við klúruðum náttúrulega 3-4 fyrstu dauðaferðunum það er bara þá þurft að vinna það upp allan leikinn en svo hefði það kannski líka verið alveg þú veist sem að reyna að finna eitthvað, taka eitthvað jákvætt úr því að við
töpum síðustu 2 leikjunum að kannski þetta bara betra fyrir okkur sem þjóð sem svona rísandi. Dvergurinn er að eflast sko. Og kannski hefði bara verið verra að fara alla leið í úrslitaleik og allir vinir okkar sko hugga okkur með því. Þið eru svo góðir og þið verði bara betri og betri. Eina stóra spurningin eftir þetta mót hvort leikurinn snýst of Gísla og það sem hann að gera og hvort semst hann sem auðvitað arkitekt og hjarta og nýra og öll líffæri þessa þjóðar líkama sko hvort hlutverk hans einhvern veginn of stórt mér finnst alveg gild pæling. Hinir hljóta mega að gera eitthvað sko. Hinir sko við þurfum bara eitthvað annað líka sko. Það ekki, hann á ekki að gera minna. Nei, ég segi það ég spyr sko Þorsteinn Leó hann 2:10 hvað hann 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 fekk nú að spila 1,5 mínútu. Já, en sko akkur ekki að reyna blokkar fyrir hann. Hann fór ekki 3 svar inn á. Það taka bara dögt á móti öllum varnarbúrnum. Það ekkert að koma inn á. Nei. Þannig að sko ég var að benda á hvað hann var stutt. Sko þetta hæsti leikmann sem haft í svona skýttulutverk sko. Hann sko það stóri sér strákur að það bara verður að reyna. Það væri náttúrulega hægt að skrifa einhvers konar sko harmleik hans þáttöku í þessu móti. Kemur hann 4 sinnum fram og alltaf það sama. Reynir að henda boltanum að hann má ekki einu sinni sko stíga upp. Ég veit ekki hvað ég hef séð mörg svona, ég man ekki eftir að sé mark úr þessu. Ég minnir einu sinni að ykkur hafi snúið sér við og skotið til hlíðar við vegginn einhvern tímann þegar ég var barn. Kristján Arason skoraði einu sinni glæsilegt mark einhverju móti alveg svona í lokin og tryggðu okkur í jafntefli eða sigur eitthvað var. En þetta ekki einhver vonlausasta rulla sem að nokkur leikari getur fengið? Því að þú ert að móti varnavegg sem að stekkur jafnt hátt og þótt að þú ert aðeins herri, þá þarf þetta að fara yfir vegginn og hitta, þetta næstu ómögulegt. Þetta gerist stöku sinnum. Ég man eftir einu glæsilegu svona marki, ég sé það alveg fyrir mér. Herðu, en ég bjóð mig til línuritt sett á Facebook. Bara árangur íslenska landsliðsins og þá sér maður að sko tímabili við áttum gullöld sem eiginlega frá 2008. Það var svolítið erfiðu kafli á undan því, við sprungum þar út, komum síðan ekki inn á heimsmeistarmóti, ég var búin að gleyma því 2009. Við komumst ekki, unnum okkur ekki þátttökurétt. Kannski var það komið í ljós áður en Ólympíuleikarnir voru. Síðan höfum við ekki farið á Ólympíuleika nema í London sem var eiginlega stærsta tækifærið en í kringum þetta Það byrja okkur ekki illa þar eða ekki? Jó, þar var eiginlega mesti sénsinn okkar. Ég heyrði nú Óli Stefán að segja það að þar var kannski mesta svekkelsið. Af því að Ólympíuleikarnir eru að sumuleyti betri af því að það eru færri lið og það er náttúrulega koma lið þarna frá Asíu og Afríku og Ameríku og svona. Þannig að Evrópuliðin eru til þess að fá. Þannig að ef að þú vinnur kannski einn leik óvænt og klúðrar ekki, þá ertu bara komin undanúrslit sko. Þannig að ég held að ef að Íslendingar vilja fá medalíu, þá er að horfa á Ólympíuleikana í LA, að við erum komin inn á heimsmeistaramótið eftir ár, svo er Evrópukeppni þar á eftir 2008 í janúar og svo Ólympíuleikarnir og við þurfum að komast inn á Ólympíuleikana með þetta lið okkur vantar, við þurfum að styrkja markvörsluna Svo þegar við lesum tölulega staðrindir þá er Viktor Gísli bara með allra fremstu markvörð. Því hann var lengst inn á sko. Hann varði flest skotin, hann er ekki með bestu vörsluna. Við erum líka að spila gegn lakari liðum heldur en samanber þetta sem vorum að ræða áðan. En ég þess að í þessu grafi þá er þetta á mjög skömmu tímabili, þá erum við öðru, þriðja, sjötta, fimmta og fimmta sæti. Síðan hefur við bara einu sinni farið í sjötta, sem að var ég manna ekki, 2022 í Svíþjóð ekki, og svo vorum við í fjórða sæti. Þannig að við erum að koma út úr svolítið svona döblum tíma, kynnslóð og skipta tíma. Þess vegna held ég að við höfum horfað á þetta fjórða sæti sem þrep í áttina því að ná góðri niðurstöðu í HM, góðri niðurstöðu í Evrópu og úrslitar ekki Ólympíuleikunum. Ég ætla að spá því. Ef að Trump klúðrar ekki Ólympíuleikunum í LA, hann bara þól ekki að það sé fólk brosandi í LA, hann geti klúðrað því. Þetta er líka 3. árið hans Snorra
og hann talaði að hann þyrfti 2-3 ár að smíða upp úr kynslóðaskiptunum einmitt sem hann stóð fyrir. Hann náttúrulega búinn að gjörbreyta leik íslenska landsliðsins síðan hann tók við. En ef maður væri miskunnarlaus og segjum þetta væri planið, við verum HSI og maður segja, þetta planið, við verum að tryggja okkur góða frammistöðu í HM, góða frammistöðu í Evrópusambandinu og við ætlum að blómstra síðan endanlega út, þá ætlum við að vera búin með uppbyggingu liðsins sumarið 2028. Við þurfum að gera eitthvað í markvörslu, ekki? Jú. Við þurfum línumenn, ég meina það verið gott að fá línumenn, en við sáum til dæmis, það voru línumenn sem voru að blómstra á mótinu, kláruðu illa þarna Já, en það var einn línumaður sem að batnaði og sumuleyti getur hort á svona mót og séð hverjir eru það sem að taka hlutverkinu og verða betri en þeir voru. Það var Gísli Þorgeir sem hefur aldrei verið betri í landsliðinu, aldrei betri leikstjórnandi. Það eru nokkri sem áttu ævintýralega leiki eins og Viggo og hornamenn til dæmis. Hornamennir, já. Þannig að það er svona ýmislegt. Og þá að því að þú ert að tala um þjálfarann. Ef við verum miskunnlaus í stjórn HSI, þá myndum við segja ef við ætlum að fara þessa leið, er ekki bara betra að gera það með degi? Já. Ég er svolítið að stríða Björns. Nei, sko, ég held að Snorri hefði þurft að skýta dálítið á sig til þess að núna, í þessari keppni, til þess að það hefði orðið ákallinn dag. Snorri skilar okkur upp í topp 4. Má ég vitni í Loga? Já. Þú mátt breyta þeirra velgengur. Já, ég veit það, sko, það er alveg gild gagnrýni að hann mætti kannski hugsa stundum aðeins breiðar og víðar og vera með fleiri bolta á lofti. En þrátt fyrir þá hvort sem hann var heppinn eða ekki, þá náði hann að skila árangri. Hann sendi okkur beint inn á HM og þannig að þurfum að taka þátt í undankeppni. 4. sætið er frábær árangur, miklu betur en lengi. En ég myndi nú segja að hann fái bara 1 ár í viðbót, sko. Þá eru kannski seint að skipta. Þá er þetta að missa af, Ég veit það ekki endilega. Ok, segjum að við sem ræði liðið. Við ætlum að hafa bestu vinstriskipturinn og bestu þarna. Við ætlum að hafa besta þjálfarann okkar. Hver er besti íslenski þjálfarinn í handbolta? Jú, það ég sammálaði með dag, náttúrulega. Kannski Alfreð, hann er bara nú gamall. Já, ég er svona nenni. Hann er 65 ára. Nenni því. Mér finnst þetta gaman að sjá hvað hann var með svona kælulegur svipur yfir honum hann í viðtölunum eftir leikinn sem að ég hef ekki séð bara. Nei, þessi mikli keppnismæður. Alveg, ég held að kæmi alveg sótsvartur og ennþá væri keppnin í honum. En hann var bara rosa glaður kannski er hann bara sjálfur búinn að ákveða að hætta á toppnum og hann er bara ánægður með silfrið. Veitur ekki? Þú veist hvað er á morgun? Nei, hvað er á næsta ári? Það er HM í Þýskalandi. Heldur hann ætli ekki að verða að taka gullið þar? Jú, ég var bara að spá af því að þú ert að lýsa honum svona hvort hann er bara sattur og hvort hann veit eitthvað sem við ekki vitum. Kannski er hann bara orðin gamall og hann er náttúrulega orðin wise old man og kannski veit hann að þú veist, sumt getur ekki stjórna, sko. Sumt verður bara að treysta leikmönnunum fyrir. Þannig að verður að gefa rými til þess að þeir hafi gaman að þessu og svona sem að kannski oft er talað þessa þjálfara þegar verður að tala það á þessu fundum að þeir eru bara í nitty-gritty. Það var gott sem að eitthvað sagði hann einmitt að hann hefði verið óþolandi fyrir ómerkilegu leikina Alfreð. Af því þá var hann sífellt þá var hann að þjálfarinn vildi pröfa hitt og þetta og þeir fengu svo mikil verkefni þegar þeir fóru inn í litluleikina. Það var bara hundleiðilegt að hlusta á mannin. Þegar þeir voru að fara í stórleikina að þá var hann ekkert nema stuðningurinn og gleðin og reyna að búa til góðan anda. En aðeins um Snorra aftur af því að hann var óreyndur og honum var bara hent út í stærstu laugina með kúta og þá er þetta ekki slæmt hjá honum. Stráknum, sko. Nei, alls ekki. Þetta er ekki slæmt. En hann þarf að fjölga, það eru allir sammála um það, örugglega hann sjálfur. Hann þarf að fjölga möguleikum, vera opnari fyrir breytingum, einhvern veginn ekki ganga eftir sama forritinu bursi frá því hvernig það er að ganga. Og nú hefur hann tíma til þess, við erum ekki að fara að vinna okkur þáttöku heimild í HM, við erum komið það inn. Þannig að þetta er árið þar sem á að vera allt pröfað á Íslandi. Já, vonandi fara hann pening og þeir strákarnir bara til þess að hittast og til þess að gera eitthvað saman. Þannig að einn vandinn í þessu er að HSI er með allt niður um sig, fjárhagslega. Já. Og ef þetta væri fótboltaliðið okkar þá væri allt önnur staða uppi. Kannski Bjargar Samir í þessu. Kári Stefánsson var að kvarta yfir Já, heyrðu, já.
hann Kári Stefánsson í Epsteinskjölunum, ég sá nú að var Ólafur Elíasson var líka í Epsteinskjölunum. Það var að því að Epstein var að hugsa um að kaupa verk eftir hann hætti við það. Og ég meina fyrirsögnin Ólafur Elíasson í Epsteinskjölunum eiginlega galið, sko, bara galið. Það sem áhugavert að Moggin sé farin að slá sig með svona fyrirsögnum nokkrum árum eftir að muniði það var Himinn og haf á milli fyrirsagna á mbl.is DFF og þeirra sem gengur lengst í gulupressunni. Þau voru í rauninni bara svolítið eins og blaðið, bara svona stofnanarlegt í fyrirsögnum og tóku enga sensa, voru ekki að spá í smelli eða fá aðsókn á vefinn. En nú eru þau bara orðin alveg jafn æst ef ekki æstari og bara gulasta pressan á Íslandi. Þetta áhugavert. Já. Ég held að var hann ekki dæmdur svo sem skrifaði fyrir svona Bubbi fallinn. Það var í viðtalinu kom fram að Bubbi var í byrja Reykjavíkur. Garðar og Eiríkur. Ég held að þeir hafa verið dæmdir fyrir þá fyrir svo. En sjálfum sér var hún rétt, hann var fallinn á Reykjavindinu, en það máttu gera. Kári í Epsteinskjölunum nákvæmlega sama fyrir svo. Með svo Bubbi fallinn. Og í sjálfum sér þetta rétt. En þá skilningu sem allir leggja í það þegar sjá að undan bara ekki þar. Aðdróttunum eitthvað sem gerist ekki. Og algjörlega í sama tilgangi. Reyna að skapa einhverja hugmynd sem ekki Þannig að ég hvet Kára bara til þess að stefna þessum anskotum hann upp í. Hvað heitir þetta? Hádegismál? Nei, ég hvet ekki. Ég að móti Jarðskjálftasvæðinu. Ég að móti svona, menn sækja aldrei æru sína í dómsal, það var aldrei gert það. Nei. Heyrðu, en við ætlum að vera með efni í aftast í þættinu, þá svona hálf góðsamnakend manneskja í viðtali við þig, Björn. Já, ég held jafnvel að þetta sé bara í fyrsta skipti sem hún fer í svona sjónvarsviðtal eins og þetta, sko, þetta hún Hjördís Eyþórsdóttir, kannast þú hana? Í nafnið. Já, þetta eini Íslendingurinn sem hefur haft atvinnu af því mörgum áratugum saman að handleika spilastokk og í hennar, og þá spyr fólk ekki spila galdra. Nei, en þá spyr fólk, er það póker? Og þannig að ekki póker, heldur hitt spilið, bridge. Já, en það stundur lagt undir í bridge. Já, það stundur lagt undir í Rúbertu bridge en hún ekki þar. Og hún hefur semst bara alltaf orðið betri og betri og orðin algjör goðsögn út allan heim og nú hún sennilega á leiðinni inn í svokallað Hall of Fame, bara bestu britsara í heimi, þarna í Bandaríkjunum, þar sem hún hefur búið í 3,5 áratug. Og hún kemur hér og segir svona frá lífi sínu sem keppnisspilara utan landsteinana og sem kona í karllægum heimi því að hún ekkert að keppa í kvennaflokkum, hún bara í opna flokknum. Bara með hinum köllunum hinum köllunum? Já, í rauninni Konunnar byrjar að taka á okkur velunum okkur köllunum Já, en og þú veist, mér finnst þetta bara svo áhugavert. En hvað hún góð? Hún betri þú? Já, hún sennilega bara betri heldur en kannski einhverju 10-15 það kannski einhverju 10-15 pari með henni í heiminum. Já, í heiminum, sko. Hún alveg rosalega góð. Hún var einmitt að spila á þessari hátíð sem þess vegna náði inn í viðtal að Rauðaborðinu í dag. Þeir voru að spyrja mig hvað ég hefði verið að gera þegar þeir voru að horfa á landsleikinn í gær. Ég var að gera það sama og Hjördís sem sagt. Við vorum að spila breitt svo stórmóti í Hörpu. En gaman að heyra í henni. Þetta var að geta þess að þið vorum að tala handboltana svona að Laufey var náttúrulega að vinna önnur Grammy-verðlaun. Já. Sem náttúrulega stórkostlegt afrek. Ekki annað árið í röð? Jú, annað árið í röð. Hún ótrúlega. Það er mjög fræg ræða sem að Jim Carrey heldur á Óskarsverðlaunum. Það sem hann kemur fram og segir að kynni sig sem tvisvarsinnum verið tilnefndur til Óskarsverðlauna. Og eins og aðri sem eru í þeirri stöðu þá hef ég bara einn draum í lífinu. Það er að verða þrisvarsinnum tilnefndur til Óskarsverðlauna. Þannig að það ég veit allt þetta í hug þegar ég sá þetta að hann var að fá þetta í annað skipti. Að þá næsta skrifi að hann að fá þrisvar. En þetta náttúrulega stórkostlegt afrek. Og hún að keppa þarna í svona, ekki ómerkilegir flokki, heldur handboltinn til dæmis í samhengi Ólympíuleikana. Og svakalegt lið sem hún skautar eftir. Barbara Streisand, Elton John. Þetta bara Hall of Fame. Svakalegt, sko. Þannig að það stórkostlegt afrek og við erum náttúrulega búið að vera ævintýrlegt hvað Íslendingar að vinna stóra sigra í listum og tónlist.
Víkingur Heiðar var að fá svo ævintýralega viðurkenningu á síðasta ári að það er bara, maður bara næri ekki utan að það, sko. Ég held að það sé 20 árum yngri en sá sem var yngstur sem við fengið áður. Það var kona hérna í viðtali hjá okkur daginn sem sagði að íslenska sjálfstraustið, þessi trú að þú gætir allt þegar við höldum utan til afreka, þetta sé algjörlega einstætt í heiminum. Það er rauninni þá erum við bara of vitlaus til þess að trúa því að við getum ekki allt. Við sjáum ekki hindranirnar. Höldum að heimurinn sé bara eitthvað gópasker. Herðu, ég ætla að halda áfram með umræðum með Evrópusambandið. Ég er svona, það er náttúrulega hægt að tala um hvað sem er í tengslu við það. Ég fæ hingað 2 fyrrverandi þingmenn, Helga Hrafn Gunnarsson, sem er stjórnarmaður í Evrópuhreyfingunni, og Ögmund Jónasson sem stóð að stofnun vinstra megin við ESB. Og við ætlum að tala Evrópusambandið. Að sömuleyti mér langar að gera þetta svolítið reglulega hérna, að því að svona velta fyrir mig hvernig þetta ná svona flókinni umræðu sem er svona mikil flokkadrættir í. Getum við náð þessu einhvern veginn með því að keyra svolítið áfram á þessu, þannig að koma einhvern vit í þetta. Það vona ég. Og ég góður áfangi að fá þessa 2 herramenn sem er náttúrulega frábærir talsmenn, báðir 2. Sigmundur Davíð sagðist þar að Evrópusambandið stemdi gjaldþrot. Siðmenningarlegt hrun, hann er sammála á Trump. Það var ævintýrlegt að sjá hvað Miðflokkurinn er mikið að taka upp Trump. Þannig að furðulustu menn sem að sé að taka upp málstað Trump. Ég sá Egill Helgason var að skrifa það að hann væri sammála Trump að Philip Glass væri lélegt tónskáld sem ég næði nú ekki. Þeir eru frábært tónskáld. Frábært tónskáld, bara stórkostlegur maður. En það var að því að Trump hérna var að reyti hann skýta því að hann tróð tilbaka symfóníu sína Lincoln sem átti að flytja í, sem heitir núna Trump Lincoln. Kennedy Center. Hann er ekki búin að loka því? Hann lokaði bara eftir það því að það vill enginn, því að þetta er bara bylgja, það vill enginn koma nálægt þessu. En læstu Jónas Sen myrka músíkdaga, ódeyfiður hjá tannlækni, ódeyfiður á tannlæknastofu. Mörguleiti er ég sammálunum matið á verkunum. Þannig að fyrir hlé var ævintýralega fallegt verk hérna fyrst, og svo var hérna mjög spennandi verk eftir hann Macmillan. Það sem kom eftir hlé var svolítið erfitt. Og ég hafði verið að ræða í hlénu svolítið svona hvert nútíma tónlisti var að fara og þessi svona vilji margra tónskálda að búa til eitthvað svona ólmstriðu fullan og erfiðan hljómheim. Man fekk hann bara alveg í hnakkan hann. Þetta er alveg bursi frá því hvenar hann var að grínast og hvað hann meina mikið af þessu. Þá eru líkingarnar hans alveg stórkostlega fyndnar. En þú getur hann lesið þetta, þú veist að þetta er alveg raunsann mynd að sumu leyti af tónleikunum, þótt að orðfærið sem hann notar er náttúrulega svolítið yfirgengilegt og eðlilegt að einhverju mókist. Jónas Kristjánsson sagði einu sinni, þetta er skítavinna. Ég á tíma hjá tannlækni, ég ætla að fara þangað, mér líður örugglega betur þar en hér. Herðu, ungliðar, þú ætlar að tala um ungliða í Samfylkingunni? Já, það Samfylkingin endi nú til þess að forvalsjá ungum fyrir í vetur til þess að reyna að fjölga borgarfulltrúum sem eru ekki bara á miðjum aldri eins og hefur svolítið verið. Og þau koma þau sem að komust sem sagt svo vel í gegnum prófkjörið daginn, þau Stein Úlaf og Bjarnveig Birta og ræða við mig hvort aukin þáttaka ungs fólks í stjórnmálum leiði til einhverja grundvallarbreytinga við stjórnun borgarinnar, til dæmis þá ættu leikskólamál og húsnæðismálin að vera þeim ofar í huga heldur en okkar kynslóð þar sem að flestir svona eru við annan borð, heldur unga fólkið. Áður að því kemur þá alltaf að slá að þráðan til hennar Helenar Ólafsdóttur sem er öryggisérfræðingur og ég oft talaði við hérna heimsmálið. Ég ætla svona að leggja upp með að við séum á svona tímamótum að gamla heimsmyndin okkar sé hrunin og ný ekki orðin til og þá lifum við tíma tröllanna og það er þoka og erfitt að átta sig á þessu. Ég ætla svolítið að labba með hana heiminn af því að þetta er náttúrulega... Hvað er það langur þáttum? Það er bara venjur. Lappa með hennum heiminn. Það er ætlum að því að hún hefur náttúrulega reynslu að því að vinna í Afríku og fleira, þá ætlum við að svona aðeins að meta það hvað árið fjölpóla heimur hefur. Sumi vilja nefna við ekki vera að tala fjölpóla heim, heldur svona
marglaga heim og svona, því kannist við forsætisráðherra Kanada og fleira. En svo langar mér til þess að fara með hana kannski inn í samfélagin sjálf, því að við sjáum að það vera graf undan lýðræðinu bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu og það er aukin ójöfnuður og erfitt að sjá að það sé einhverja sérstaklega aðgerðir ríkisstjórnanna þar í því, að vinna á því, sem að veldur félagslegri upplausn og kannski verið að draga athygli okkar að einhverjum átökum sem eru kannski minni öryggissókn af, ég held til dæmis að Íslendingur stafi ekki sérstaklega öryggissókn af Tævan. Eða það átti að vera sérstaklega fundur Íran. En ættum við kannski halda fundum að ICE í Bandaríkjunum er að skjóta almenna borgara, það er að vera fangelsa blaðamenn og Grammy-verðlaunin snerist nú að miklu leyti bara innflytjendur og ICE. Það var flott í það. Herðu, þetta er þátturinn í kvöld, þannig að takk fyrir að fara með mér yfir það. Þakka Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út og ykkur þakka ég mest sem eruð að hlusta. Við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo förum við í þessa ferð heiminn í þokunni í tröllaheimum. Minni á að allt sem við sjáum hér og heyrið er boðið áskrifanda. Það er fólk sem að styður okkur til þess að halda út í samstöðunni. Ef að þú ert einn af þeim sem að vil taka þátt í því að byggja upp samstöðuna, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunn áskrift og mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftur að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er einmitt alþýðufélagið sem ávar ykkur samstöðuna. Það var smá auglýsingar, svo förum við í heimsreisu með Helen Ólafsdóttur. Þakklæti er kraftaverkameðal. Maður losna við eitt almesta heimsins böl sem er sjálfsvorkunn þegar maður sér það í raun og veru hvað maður er gott og það er alltaf eitthvað sem maður getur þakkað fyrir. Ég heiti Þorkell Máni Pétursson og ég trúi á þakklæti. Samstaða úrbætur í húsnæðismálum. Opinn fundur SI og VR 3. febrúar á Hótel Reykjavík Grand. Hvað þarf að breytast til að tryggja öruggt húsnæði og hvernig komumst við frá orðum til athafna? Skráning og nánari upplýsingar á si.is. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.